rétt, Mötley Crüe eru komnir á fóninn, klukkan orðin 4, það föstudagur og 2 harðir eru mættir hér í FM 95 Blö. En við sitjum ekki inn í okkar miklaða stúdíói akkurat núna, heldur sitjum við á Lemon. Þetta yndislegt. Já, þetta Við erum bara 2 Lemon Boys nú. Já, við erum bara, nei, sérðu hver að labba þarna? Arnar Gunn Láksson er að labba hérna inn á Lemon. Arnar Gunn Láksson er í gráum jakka. Með trefil og sólgleru, það er ekki sól núna. Það er eins og að ég var að taka upp auglýsingu. Já, ángríns, það var eins og að vera að auglýsa fötinsmenni. Hann er að koma inn núna. Þetta grínast það. What a man. Wow. Stelpunarinn inni, snýru svo að hálstið. Arnar Gunn Láksson. Serðu hvernig hann heilsaði okkur? Já, hann heilsaði okkur eins og hann væri svona, eins og hann væri að vinna á skipi. Svona, sælistrákar. Þetta er inspiration of a man og hann er sköllóttur sem við gefum hann von. Þetta sjáum við ekki í stúdíónu niður frá. Nei. Ekki Arnar Gunn Láksson kemur ekkert að labba inn eins og $1.000.000. Þetta er svo cozy, við erum inn í beinni frá Lemon. Við sitjum inn í sófanum út í horni. Núna sjáum við líka veðrið. Sérðu? Það er með þess að það er blíða úti, það er kannski ekki sól en það er blíða. Men það er ekki gluggi í FS-stúdíónu. Nei, sem er mikill ókostur við útvarp. Þetta er stærsti gluggi sem ég séð hérna. Já, þetta er bara eitt gluggi. Svo erum við sitjum hérna með lemon juice. Eina sem vantar í þetta er kannski svona 2 decilítrar af vodka. Þá varum við komin í gýrin sko, en þetta er gott samt. Alltaf að bæta vodka út í lemon saman. Nei. Þetta er innskjötahugmynd fyrir Nonna Plug. Ég myndi gera það ef ég væri raging alcoholic en sem betur fyrir að lausa það. Þú ert það ekki. Nei, það er ég alls ekki. Við verðum hér í allan dag við Egill í beinni útsendingu frá Lemon, 2 harðir og við erum með þvílíka dagskrárhand ykkur í dag, kæru hlustendur. Fullt af söðum inn á borðinu í okkur félagunum. Já, þeir eru svona að leyfa okkur að smakka fullt hérna. Hvað eru að fara að gera í dag, Blondie? Þetta er ekki hluti af því sem við erum að éta held ég. Þetta er flott planta samt. Já, hvað eru að fara að gera? Já. Við erum með fasta lið eins og venjulega. Reyndar verður rosalegt núna. Við ætlum að gefa Hot Celebrity flöskuborðið. Það er nýja reglan okkar. Já. Við erum búin að gefa almenning undanfæri flöskuborð á austur. Nú ætlum við að gefa a Hot Celebrity. Já, það verður einhver þekktur sem að, já, við ringjum einhvern hérna á eftir. Þú ætlum að gera Kolbarnu greið og auka prófílinn á austur með að fá Hot Celebrity. Já, ég er ekki betra fyrir Kolb, nú á hann austur, er man of many Kolb, sérum allt á austur. Það er ekki rosalega gott fyrir hann, það kemur allt í hennu Hot Celebrity, kannski kvöld, panta sér flösku. Býta aðeins, jú, það er bara nákvæmlega hann þarf á að halda sko. Já, það eru samlokur að koma til okkar núna. Nú er fullt borða samlokum á sögum. Þetta var mjög sniðugt að gefa okkur ekki saf og samlokur fyrir útsendingu. Heldur dælað í okkur þegar við erum að fara að tala. Nonni, blökkur, allt niður. Bara skemmtilegt radio. Sérðu Arnar Gullus, hann snýpa ekki okkur núna. Þetta grínast. Þetta er alla þetta. Ég sver þetta við líf mitt. Við erum ekki eitthvað að bulla. Arnar Gunn Láksson stendur hérna inn á Lemon eins og $1.000.000 með sólgleru. Hvaða jakk er þetta? Þetta er eitthvað slim fit. Þetta er svona 400 skona jakkjum svona ágrís. Akkur ert þú ekki alltaf svona? Sérðu skonna sem henni? Hvað er þetta? Krokodílaskinn eða? Hvað er þetta? Jöfnveld er þetta flott. Þetta er okkur 200 skona skóls. Þetta er bara lukkið sem ég er að fara að splæsa í. Já, þú ert aldrei með sólgleru, þú ert aldrei í eitthvað svona randinum jökkum. Nei, það er að setja það í stand. Þú getur ekki verið að setja þetta lukkið mitt samt þetta núna. Það er eins og þú setja bara að hlaupa marathon. Í hvað joggingalegt? Ég er að personal trainer. Ég var að þjálfa þess að koma í bein. Kannski dressa hans upp, maður fara inn í bein útsendingu á Lemon. Ég veit ekki ef ég hefði munað eftir í morgun. Þetta var í rektina eða? Já, ég var. Ég er ekkert að tala um að fara í jakkaföt, ég er ekkert að segja að klæða eins og Arnar Gunn Láksson, en þú gast allavega hendir í gallabuxur og bóli. Já, málið er því ég fór út í morgun, ég fór í klippingu klukkan 10 og robbaði Carter, svo alltaf annarkvæmt föstudag klukkan 10. Já, hvað ert að fá þetta frýta því þú segir þetta í hverjum einasta fokkin þætti eða? Hættu því. Nennir enginn að ræða klippingar hérna, ok? Og hérna, sem ég er að segja þig, Blondie, ég mundi ekki eftir í morgun og beint på Lemon. Annars ég tekið með mér jeans. Og kannski eitthvað þrönga skyrtu, aðstæðinu. Hvernig gæstu gleymt því verið með beint útsendingu frá Lemon? Allt niður mig stundum. Bara búin að auka kreatískantinn og það er ekki gott fyrir heilan á mér. Búið að auglýsa alla vikuna á FM og það er líka eins og sé búið að auglýsa fyrir, það er eins og ég veit ekki hvort þeir haldið að hlustendur okkar sé eitthvað treyir. Því að auglýsingunum var sagt, þeir verið beint útsendingu frá Lemon, 2 harðir, eitthvað, náður þessu. Þeir verða frá Lemon. Jón Gunnar lesi þetta sjálfur og þakka fyrir að hann sendi ekki bara öllum bréf að minnast á þetta. En þetta er good shit, erum við ekki bara að keyra okkur í eitthvað lag og síðan að fara eitthvað shit? Við erum með frábæran þátt, við erum með sturlaða staðarindir, við gefum flöskubor Dotti Litli, Love Guru, hann er með comeback og ætlar að kíkja hérna á okkur eftir með nýtt lag. Man of Love, Love Guru. Hörru, er ekki eitthvað spurt að svara þetta hjá okkur félagunum? Já, þú verður þá að lofa mér einu, það er ekki mig. Ég hef engan áhuga á því í dag. Hafðu þessu spurningar þig. Okay. Svo er stuðlagið þitt á sínum stað og fleira. Þannig að við verðum með veistlandi kæru hlustendur. Ég sé ekki hvað lag er næst en það er örugglega gott. Girl, I know you want this. 2 harðir með ykkur hér í beinni útsendingu frá Lemon. Og 2 hat við erum í miklu stuði hér strákan. Því miður er Arnar Gunn Láksson farinn. Já, hvað fór hann? Það var stutt hérna. Fyrir ykkur stelpuna sem ætlu að reikspóla enga niður eftir, þá var það orðið of seint.
Þetta var bara en inspiration að sjá hann og þetta kom mér í þvílíkan gír. Ég held að varum að taka upp auglýsingu og það labbaði, bara hvernig hann labbaði inn, hvernig hann heilsaði okkur. Ég var að leita, hvað myndavélin? Það lítur að taka upp auglýsingu. Það bara, sko lífið hans eins og ein auglýsing. Akkur ekki bara eitthvað gæi eldan? Já, ég myndi að horfa á þann raunveruleika þá. Alltaf þegar við spurjum hann var alltaf að horfa á United-leiki með okkur, svo spyrir maður bara núna, herru, kemur að horfa á United með okkur á górlunni? Nei, ég er í Miami. Já, ég kemst ekki út okkur, ég er í Miami. En þar nættu leik? Nei, það er ég LA. Já, ok. En eftir það? Nei, þá er ég í Suður Frakklandi. What a man. En það kom með slúðreill, hvernig líst þér það? Líst mjög vel á það. Okay. Til að byrja hér slúðupakkan á Justin Bieber. The Beep Machine. The Beep Machine. Hann búinn að vera mikið á milli tannana á fólki núna og mikið í slúðrinu. Fólk vil meina hann sé að tapa sér. Já. En hann ákvað að svara þessu öllu saman. Og sko hann skrifaði svo rosalega langan texta hérna inn á Instagrami sitt að viltu að ég lesa hann fyrir þig? Ég til að heyra hvað Beep Machine létt á sér. Já, ok, ég ætla að lesa þetta bara hratt. Það stendur hérna, hann skrifaði bara Everyone in my team has been telling me keep the press happy, but I'm tired of it all. The countless lies the press right now saying I'm going to rehab and how my family is disappointed in me. My family is being proud. If anyone believes I need rehab, that's their own stupidity. LOL. I'm 19 with 5 #1 albums. 19 and I've seen the whole world. Ok, þetta er oflangt til að lesa þetta. Þetta er allt í ykkur svona. Nefna svo endar hann Instagrami á And those comparing me to Lindsay Lohan, look at her 2012 tax statements. Wow. Wow. Hann endar á KO-i. Já, endar á að sko rakka niður Lindsay Lohan því að hún getur verið á leiðin í fangelsi því að hún skuldar svo mikið í skatt. En af hverju er hann að sparka í hana? Já, þetta er svolítið að sparka í liggjandi mann. Já, af hverju er hann að liggjandi stúlku. Af hverju er það Beep Machine að sparka í Lindsay Lohan sem og genum allt niður í sitt dag. Já, við erum neitt alltaf að býða til comebacki á Lindsay Lohan. Við erum að peppa hann upp. I believe in a comeback. Já. Beep Machine ætti að nota tækifærið og hjálpina. Já, ég sammála því. Nema það, hann tók þetta svo út og hélt Instagramin innu en tók út síðustu línuna. En það var aðeins svo seint því að Lindsay Lohan var búin að sjá þetta og hún brjáluð. Yes, hvað sagði? Lindsay Lohan segir I've been telling my friends about a little thing called karma and that will bite his small ass in the back. Small ass? His tiny little ass. Tiny little Bieber ass. Akkur sagði hún ekki that will bite his tiny little Bieber ass. Já, hún trúir á karma, hún Lindsay Lohan og vill meina að Justin Bieber eftir að fá þetta allt í andlitið að vera að sparki hana. En hann svolítið in denial hann með þessa ræður, þurfi ekki rehab og eitthvað. Hver? Beep Machine. Justin, hvað, hann alltaf fullur eða? Hann ekki bara, hann 19 ára eigin, sko. Beint í rehab með hann. Áður að líða þess per down the shooter. Hvenær hefur þið séð hann fullan? Það er ekkert myndir af honum döða drukknum út um hann. Hann ekkert mikið á austur, hann bara hellið sér heima Þetta er bara 19 ára úlingur. Ok, ég var á Sauðakróki, ég var alveg að fá mér helgar, sko. Og Justin Bieber fáið sér 2-3 bjóra. Ok, og ég mýta, hversu blautur þú varst út 19 ára? Vá. Ég var ekki mjög blautur. Ok, vá. Ég var í íþróttum, nei. Ok, en ímyndaður ekki, þú ættir Money sem The Beep Machine á og allt þetta fanbase. Já. Heldur þú væri mikið edrú í vikunni eða? Það var kannski 1-2 dagar í vikunni. Já, hann að túra og svona. Herðu, svo það næsta slúður, en svo reyndar annað. Á hverju fáum við aldrei neitt svona á Íslandi? Einhver Instagrammar eitthvað eða Twitter eitthvað og, þú veist, rakkar einhvern annan niður og þeir fyrir að rífast. Það vantar algjörlega. Já, það er ekkert svona celebrity fights á Íslandi. Einum skiptir sem... Celebrity bara vinir. Já, ég meina það eru 2 gæjar sem eitthvað rífast og aðra á Twitter, það er kannski Máni og kannski Hannes Trommari, þetta er 1-2 svona sem menn eru að rífast eitthvað við. Annars er bara búið. Það er engin annar eitthvað að rífast á Íslandi. Það er ekkert svona eitthvað. Nei, það er ekki svona hart. Nei, svo var seinna slúðrið, það var Charlie Sheen. Ég elskar slúður Charlie Sheen. Sérðu, hann Ásgeir, hvaða bíl er Arnar Gunnlaugs að fara upp í? Var hann ekki farinn? Nei, hann er ennþá hérna. Hann er að fara upp í? Hann er að fara núna og hann er komin á einhvern nýjum jeppa. Hvað kostar þessi bíl? Þetta er einhver svartur jeppi sem þetta er svona, þetta er hinn fullkonni jeppi, þú veist ekki, er þetta sportjeppi eða er þetta fjölskyldujeppi? Þetta er bæði. Hvaða típ er þetta? Nei, sko. Það stendur eitthvað klassik á honum eitthvað. Nei, ég valdi að sé svona bíl á þér, ég er ekki að vera sniður. Ég valdi að sé hana bíl á þér. Nei. Hefur þú séð hana bíl á þér? Nei, þetta er svona hús á 4 dekkjum. Minn, sérðu þetta. Sveifa okkur. Sjá þetta kvikindin. Hann er að hlusta. Arnar Gunnlaugsson er farinn. Charlie Sheen, hann er í vesen eftir að hann bað alla á Twitterin sínum að fara að henda hundaskít í skólan sem að dóttir hans var í. Ég sagði ykkur þetta slúður í gær, kæru hlustendur. Fór fólk í það? Nei, en hann er núna búinn að koma stelpunni í vesen því að nú getur verið að vill engin skóli fá hana af því að Charlie Sheen er Gerum tilraun, Blondell. Sjá hversu
hversu góðan celebrity profile þú ert með á Íslandi í dag. Segðu núna í útvarpinu, ég ætla að hvetja alla krakka á Sauðárkróki til að fara að henda hundaskít í, hvað heitir gamli skólinn? Það myndi aldrei gera. Hvað heitir gamli skólinn? Ég bara vill ekki sjá það. Það heitir topp skóli. Hvað heitir hann? Ég ætla ekki einu svona að segja það svo vitlaus. En það styttist þér í spurt og svara með Gilsaranum, en við skulum fá, vandræðalingin sem að Egill meina að þurfa að fara í meðferð. The Beat Machine. Þetta er lag sem kemur í gírinn. Það er, þú veist, Sun is næstu í Shining og fáum smá bíber. Og skemmtur með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars. Það verður sko nóg að vera í Kringlunni þar sem Friðrik Dór mun koma og taka lagið ásamt því að Lalli Töframaður verður á svæðinu. Einnig verður sérstök afsláttasprengja í völdum verslunum Kringlunnar þar sem hægt verður að gera kjara kaup. Leikurinn er einfaldur. Ef þú ert fædd eða fæddur árið 1999 átt þú möguleika á að vera með. Fylltu út þátttökuseðil við þjónustuborðið í Kringlunni og mættu á svæðið laugardaginn 30. mars. FM 957 verður í beinni og á hálftímafresti gefum við stórglæsilega vinninga frá nokkrum velvöldum verslunum Kringlunnar milli 1 og 4. Vinningar að verðmæti alltaf 300.000 krónur. Ef við hringjum í þig eins gott á sett í Kringlunni því þú hefur aðeins 5 mínútur til að sækja vinningin. Skráningu lýkur 5. 28. mars. Sjá nánar á fm957.is. Skemmtu þér með okkur í Kringlunni laugardaginn 30. mars og hver veit nema við hringjum í þig. Í Kringlunni færðu allt fyrir ferminguna. Úrvalið er endalaust. Kringlan af öllu hjarta. Samfilm kynnir. Frá leikstjóra karlar sem hata konur. Kemur mögnuð spennumynd með Colin Farrell og Númi Rapace í aðalhlutverkum. Dead Man Down. Komin í bíó. Þessi ánægja var í boði blöss.is. Tuborg og Smirnoff kynna Tiny Tempa, Far East Movement, DMX, Outlandish, Rudimental ásamt 100 öðrum erlendum og íslenskum atriðum á Keflavík Music Festival 2013. Tryggðu þér miða á miði.is eða á N1 allt land. keflavíkmusicfestival.is. Noisy May, nýtt og ferskt merki í Veromóta, Veromóta Kringlunni og Smáralind. Tuborg kynnir hljómsveitin Jan Mayen í kvöld á Bar 11. Tuborg og Bar 11 verði ykkur að góðu. Mundu 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. Gott tækifæri til að fylla bílinn fyrir helgina. Orkan. Cheers, me laddies, to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day verður 17. mars. Komdu og fagnaðu með okkur. Svartur á leik, alla helgina á English Pub. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Hér réttland af hotnið er spurt og svarað með Gilsaranum og þú ert búinn að lofa með því að það verður ekkert eitthvað um mig. Þetta eru spurningar um þig eða ekki í dag? Ég ætla, Auðun, ég er búinn að útskjöta fyrir þér nokkuð oft. Ég er ekki að semja spurningar. Ég fæ þetta senda inn. Það er allavega hér á eftir. Ég vona innilega að þetta verði bara spurningar um lífi og tilvöruna eins og þetta á að vera. Ok. Svo er það, Doddi litli, hann er að koma hérna eftir smá og með nýjasta, hann er að fara að henda aftur í Love Guru. Já, og hann er að keyra Love Guru aftur í gang. Ég er ánægður með það, því að það er gott vantar og svona gott techno hérna inn. Já, þetta var svona your kind of music. Þetta er my kind of shit, sko. Já, en hérna, eitt sem ég ætla að segja þér, Blondale. Ok, ef þú varst í einhverjum vafa með það að við myndum ekki vinna Eurovision í árið. Var í einhverjum vafa? Já, þú veist, ég er bara voða lítið spáð í það. Þú var að spá allir í Eurovision. Já, en þú veist, það er náttúrulega ennþá, hvað er ekki, 2 mánuðir í keppninu eða eitthvað? Jú, en sko, ok. Já, ég ert að fara að tala út af Cascada eða? Nei, sko. Þú heldur með henni en ekki Íslandi. Heimskasta sem ég heyrst. Ég veit ekki það, ég held með henni. Já, það er bara ótrúlega vilt. Ég held með Germany. Já. Sko, eða Natalie Horler, hún heitir Natalie Horler, ljósara Cascada söngkonan. Ég er bara að fylgjast með henni í mörg ár, ég er bara að fylgjast með henni það lengi, ég líður þessi sýsti mín. og hún er að keppa fyrir Germany, auðvitað vildi Óskar að keppa fyrir Íslandi. En málið er... Þetta heldur um Eyþóri. Ok, já, hörru. Eyþóri er topp maður. Já. Þú veist, hann er með fallegt hár. Já, hann er svo hestur. Já, og hérna, en ég ætla ekki að vera leiðilegur. Nei. Cascada var að pakka honum saman. Ok, eini möguleikin okkar var, Auðun, að textinn yrði flawless. Enski textinn sem við myndum að syngja með í maí. Þýðingin er lykilatriði. Hvað er þetta? Ég á líf, á að hefa I have life,
I have life. Það enginn að vera að kjósa það. Nei, það ekki flott. Eða It's my life. Slakað á. It's my life. Nefn ekki vera að stela því að Bon Jovi, sko. Okay. Ekki vera að stela því að Bon Jovi. Slakað alveg á núna. And Beautiful Life. Nei, maður klára að tala einu sinni. Okay, sorry. Þú þarft ekkert að pæla þessu mikið lengur því að það var tekin ákvörðun, Blöndal, að syngja á íslensku. Nei. Þannig að... Hvenær var svo ákvörðun tekin? Sko, við hefðum getað, ef þetta hefur sungið ennsku, þá hefðum við mögulega getað fengið svo 10-12 stig tótal. Hvenær var þetta ákveðið? Bara í hádegin. Nei, ertu að meina? Ég get svarið, ég var ekki búinn að heyra þetta. Ég sverða. Það sungið á íslensku. Það vitleysa. Ég á líf verður á íslensku í maí. Við eigum ekki, ég held að þetta verður eitthvað mesta bust í Eurovision sögunni. Það verður bara, það verður talað þetta svona eftir 20 ár. I remember in 2013 when Iceland got absolutely no points and everybody was laughing. Það verður þannig. Við höfum nú lent í því að fá ekkert stig. Já, ég veit það, en núna verður þetta miklu vandræðalegra. Já, ég skil þetta ekki alveg. Ég á líf. Það má syngja á ensku og það er þægilega að fólk skilur textan og veit hvað hann að syngjum. Já, skilur enginn ég á líf. Ákveður sagður mér þetta ekki fyrir, við þurfum að fá hann lítið spjall. Já, og láta hann heyra það líka. Já, hann ræður þessu. Ég veit meina bara ekki, þið hafið 2 mánuði til að breyta þessu. Breytið þessar ákvörðun. Hver tók þessa ákvörðun? Hver skeyt? Það skeyta einhver. Það skýtur alltaf einhverjum. En annars er þetta þá bara eins og, þú veist, fyrir svona fólk sem skilur ekki íslensku, þá er bara eins og að sjá einhvern búál með sítt hár, ljóst hár. Bulla á sviði. Því hann skilur ekki hvað hann að segja. Nei, hann er bullandi bara á sviðinu. En Cascada, syngur hún á þýsku? Hún er á ensku. Já, hún er á ensku. Herðu, þú þarf ekki að kenna þjóðverðurinn eittu. Heldur þú að kenna þjóðverðurinn eitthvað? Heldur þú að þjóðverðurinn sé að vera að skýta á að segja nútið það? Nei, ég get lofaði því, við erum að fara til Germany 2014 á Eurovision. Ætlar að fara á að kemna það? Auðvitað, ef við haldið í Þýskalandi. Já, þetta var enda þetta á leiðilt að heyra, en við skulum fá hér Neo með Let Me Love You og svo eru það sturla staðreyndir, kæru hlustendur. Þið eruð að hlusta hér á 2 harða í beinni útsendingu frá Lemon. Hvað er Lemon? Í Suðurlandsbraut. Suðurlandsbraut. Já. Hvernig líður að vera hér? Mér líður mjög vel að vera. Þetta er svo kósí. Já, út af við erum út í hotni hérna félagarnir. Já. Beint á móti okkur er Nonni Plug í símanum með fartölla. Sér það núna? Já, ég sé hann út í hotni. Er hann ekki alltaf svona? Er hann ekki alltaf í símanum, alltaf í tölvuna? Já. Hann er bara búinn að búa sér til svona litla krútlega skrifstofu hann út í hotni. Já, hvað heldur hann sé að plugga núna? Hann er að plugga okkur í sitt í. Já, það er bóttið. Hann vinnur við að plugga. Það er sem hann gerir. Hann pluggar. Það sem ég fíla mest við að vera hérna er að við sjáum út. Já. Þetta er svona... Við erum nánast með en Ocean View. Já. Ocean View, ég hef sagt að það eru bara allt í blokkum og húsum. Já, ég sé nánast í Ocean. Nánast. Ok. En Áður Blondell. Já. Mást ég sagði við daginn, ég talaði við daginn að ég væri búinn að keyra minn á Snapchat. Já, ég hef komið þangað. Já, sem er mjög skemmtilegt. Og ég var að tala um að þú ert búinn að senda mig myndir að þér. Já. Ég er búinn að minka það. Já, sumar hafa haldið fyrir með vöku. Nei, fyrir mig ekki til það, ok, allavega. Eftir að við spjöllum um daginn, þá er mikið af fólki búið að keyra minn inn á Snapchat. Já. Sérst, ég er ekki búinn að auglýsa notunarnafnið mitt neins staðar, en fólk er bara með það hágendastulega að bara búið að fatta það, þetta er ekki flókið, hvað notunarnafnið er. Já. Og það er að keyra minn á Snapchat. Og ég er að fá sérstaka myndir. Ok. Sendar. Hvað kallar þú sérstaka myndir? Þetta forrit er stór hættulegt. Ég er búinn að komast að því. Ég er að vona að þetta verði bara svona bóla sem springur eftir viku 2. Já, ég veit bara ekki með það, sko. Nei, ég fekk senda lim á okkur. Ég fekk senda lim á okkur gæja. Hvað ert að segja mér það? Ég veit það ekki. Bara þetta er það sem ég lendi í. Ég var bara í vinnunni, Snapchat og einhverjum gæja. Einhver strákur sem þú þekkir það? Nei, ég hef ekki hugmyndu hvað það var. Þetta er bara fólk að aðdama sem ég þekki ekki neitt. Ég ítti á þetta, hélt að það væri bara einhver gæja að taka mynd af matnum sínum eitthvað, limur. Já, byrju, hefði verið eitthvað mikið skemmtilega að það verið maturinn hans, eða? Það hefði verið skára, já. Já, ég hefði kennað það, það hefði verið skára. Vilt þú fá lim? Nei, ég er góður, sko. En sko, það bara má alveg sleppa því að segja svoleiðis. Í fyrradag, það ekki gæja í baði. Bara gæja í baði, sem var allsberð, alltaf bara eins og fólk er í baði, og hélt fyrir limin á sér þar. Hvað er að senda þér það? Og í gæja var gæja að hæja sér. Ég er ekki að ljúga, gæja var kúka. Og hann tók mynd í speilin, hann speilur fram á klóstið, og hann var að spenna annan bísöpinn meðan hann var að hæja sér. Er þetta eðlilegt að ég lendi þessu það? Nei. Ert þú ekki að lendi í þessu shitið? Nei, ég er ekki að lendi í þessu, sem betur verið. Er þetta ekki bara, þú veist, svona rugg eldi? Nú ætlum ég bara að hvetja allan úti til að hæja sig og senda Auðunni Blöndal myndaði. Nei, það er ákveðið 0. Ég bara vill ekki sjá það. Ég veit ekki, ég þarf að skoða það með þetta Snapchat, hvort maður hætti á þessu ruggi. Þetta er mjög skemmtilegt. Stór hættilega. Við förum hér rétt bráðum í sturlaða staðreyndir. Já, þau hugsið býtu hvað, sturlaða staðreyndir. Þetta eru staðreyndir sem eru sturlaðar. Það er ekkert flóknara en það. Það er svoleiðis. Svo fáum við Lofgúruinn hingað í stúdíóið til okkur, stúdíóið hérna, í Lemon.
Hann ætlar að við ætlum að spila nýjasta lagi hans. Stuðlag í dag, Egill? Já, Auðun Blöndal, það stuðlag eins og alla föstudagar. Ok, ég held að vera kannski erfiðara að vera með stuðlag því við erum hérna á Lemon. Nei, minnsta málið. Ég græja það, ég lofaði því, sko. Engar ágjörði því. Gerðu nú það eitt greiðan, en eru að hafa sungið í laginu? Söng? Já. Það pyrraður rosalega ekki söngur í laginu. Já, þá er þetta bara eitthvað svona djöflasýra. Þetta er bara, eins og hvað hét þetta? Hvað hét viðbjóðurinn sem spilaði með The Devil in a Door eða? Já, Sixth Gate með D-Devils. Já, Sixth Gate to Hell með D-Devils. Já, Gate number 1. Já, menn það var, þú varst ekki að fíla það? Nei, það var viðbjóður. En málið ég skal vera með svona sungið í dag. Ok, fáum Kanye West hérna, svo það spurt og svarað og sturlaða staðarendir. 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þór og Daniels helgar og þú getur unnið máltíð fyrir þig og þína á kjúklingastæðunum Suðurveri. Þau eru mögnuð, marstilboðin í 10.11. Maltasess á 399 krónur, React orkudrykkur á 119 krónur, Mountain Dew 33 centilítra á 99 krónur, Floridana virkni 33 centilítra á 199 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Í dag venjulegur dagur. Og í dag rétt eins og alla aðra daga. Erum við hjá TM að bæta tjón af öllu tagi. Að því okkur einasta venjulega degi, þá gerist svo ósköp margt. Og þegar eitthvað kemur fyrir, þá viltu vera hjá TM. Lenovo og Tuborg léttöl kynna. Páskagleði í listasafninu þann 30. mars næstkomandi. Framkoma, Ásgeir Trausti, Þórunn Antonía, CCA, DJ Margeir og síðast en ekki síst Daniel Ágúst. Svakalegu ljósa og hljóðkerfi verður lofað og barinn verður fáránlega ódýr. Ekki missa af mögnuðu páskadjammi. Miðasala á miði.is. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæði eða bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 200 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 réttar velgiðan, 1x2, við tippum. Í dag 10 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan, 10 krónur alveg vinstri hægri í dag. Já, í kvöld á Stöð 2. Sögulegur þáttur þar sem formenn allra stjórnmálaflokka landsins reyna með sér í skemmtilegasta spurningaþætti landsins. Verða lögð drög að nýrri ríkisstjórn í spurningabombunni í kvöld. Spurningabomban í kvöld klukkan 20:10 á Stöð 2. Tryggður áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Já, þið eruð að hlusta á FM 957 og það FM 95 Blöð. Með mér í dag Auðun Blöndal og hér komin engin annar en Þórður Helgi Þórðarsson en D.O.D. eins og hann kallaður Love Guru motherfucker. Hvernig ertu? Ég gottur. Það ekki? Oft kallaði Doddi Litli líka. Já, Doddi Litli, já. Glemdi ég því? Já. Þú sagði þetta D.O.D. Ertu að vinna með það, Doddi? Nei, það svolítið farið, sko. Við vorum einu svona að vinna með það. Málega, ég og Þórður, we go way back. Já, það er Doddi líka. Hann skólaði mig til í the radio business á... Hvenær skólaði hann þig til í útvarpi? Kiss FM. Tjóðlar í fallinu, sko. Ég var ekki góð kennari. Hann tók mig, hann bjó, ég var bara svo leir í höndunum á honum. Doddi núna svona hrist á hausinn, ekki segja mér skólaði til. Allt sem ég sagt í the radio skrifast á Þórð. Ég gaf hann tækifærið og strax daginn eftir No, slæm hugmynd. Svo alltaf, viltu hætta að gera þetta félagi? Já, ég var svolítið viltur þarna. Þá varstu viltur? Já, þú var svolítið að skamma mig þá. Hvað hét þátturinn á Kiss FM, Egil? Var það ekki eitthvað hérna... Var það kallandir eða eitthvað? Jó, keppin eða eitthvað.
Keppin. Keppin, djöfell, það vont nafn. Og málið að það sem við vorum með, ég og Þórður. Það ruggla það auðvitað. Hann hefur aldrei verið skýrður eða skýrt sjálf á sig einkennilega eða lélega nafni. Nei. Það er svo mikið snilling. Hvað heitir í dag? Ég heiti Þykki Gilshöfðinginn. Gilshöfðinginn? Gilshöfðinginn. Hann vil meina að fólk sé rosalega mikið að vinna með það. Ég hef aldrei heyrt Sálu kalla hann Gilshöfðinginn. Sem betur fer líka því að það er horfið. En maðurstu líka Þórður, við byrjum alltaf mánudagana því að þú hringdir í mig klukkan 7:40, vakti mig alltaf og tjekkaði hvað ég var að gera helgina. Já, einmitt. Þannig byrjaði þessi veisla. Hann vakti mig alltaf, hvað var gert helgina? Fór ég bara hvert að farið, hvað var gert. Þá var það bara kallandi.is, það var eina sem þú varst eftir fyrir. Já, síðan hættum við því, svo lokum við því og lífið helt áfram. Og hér eftir í dag, ég veit nú til og Þórður komin aftur. Gilshöfðinginn mættur. Þórður skólaði mig til, þess að komin í viðtal til mín í dag, þetta er skemmtilegt. Hann hefur bara talað um sjálfa sig í þessu viðtali. Það finnst ekki gaman að koma í viðtali á Agli. Það er gaman að fá það Þórður og við. Það er svona, þú mætir í viðtal sem að Gils er að sjá þá er það bara, já, þetta minnir mig á þegar ég var á Kiss FM á sínum tíma og þegar ég byrjaði það. Þórður skólaði mig til. En bestu fréttir sem ég fengið í allan dag, ef ekki vikuna, ef ekki mánuðin, ef ekki árið Þórður. Árið myndi ég segja. Love Guru, sem er my favorite musician, er að koma með að comeback. Er það sem er að gera eftir það? Þarna heyrði ég ekki hvað það sagðir. Love Guru að koma með að comeback. Já, ekki, sko hann er 10 ára í ár. Hann er 10 ára í ár. Hvað er langt síðan þú hætti með Love Guru? Hann dó held ég á Gauknum 2005 frekar en 2006. Já, vá, það er orðin 7-8 ár síðan alveg. Já, það er alveg hella langt síðan. En það, síðan þá náttúrulega hefur fólk verið að koma. Ekki kallinn, taka, eitthvað svona. Og það er bara aukið síðustu ár, sko. Og danstónlistin líka koma aftur with a bang. Þetta gæti ekki betri tímasetning hjá Þórður. Hvar er gallinn, Gulli? Er hann heima bara? Það tala allir gulagallan. Ég var í honum í einu myndbandi, síðan var ég alltaf í svörtum svona... Hann einhvern veginn, Gulli, fór þig vel. Fólk talar um hann að það fór þig vel. Ég var miklu meira sexy í þessu svarta. Eða? Sýndi ég skinn. Það sýndi skinn það? Það er það sem fólk er að leita eftir. Guru, skinn, ég er góður. Dóttir litli, við þurfum ekki að segja það, sex sells. Það er bara þannig, sko. Það veit allir markaðsærfræðingar það. Við kalla á Nonna Tattoo, hvað selur það? Það kalla sex! 100% sko. Sérður Nonna Plug, a.k.a. Nonna Tattoo út í hotni, með litli skrifstofunni sinna Lemon. Hann er í símónu. Er hann við skrifstofunni þá? Hann er hann, sér það. Ég hef aldrei litið út í hotni á hans að sé í símónu með í tölvunni. Og hann er ekkert á Facebook að póka, hann er að vinna þessu. Hann er að vinna. En hvað, við erum að fara að frumflytja nýtt lag með Love Guru, eða ekki? Jú, lag sem að vísa ég samt í fyrra. Ok, búinn að geima. Nei, ég bara náði ekki að klæða, þetta er náttúrulega Summer. Gurun er Summer. Summer feelingur í þessu. Þannig að ég misti af þeirri Því sumri. lest. Hún mættur í dag? Já. En er þetta bara túr eitthvað um páskana eða? Nei, það er ekki sem gangi, sko. Nei, ok. Bara ástæðan fyrir því að ég er að gera þetta er að ég er að halda upp á 10 ára afmæli karlsins. Já, ok. Og ég skil ekki okkur þið er ekki að óska mig til hamingju með Já, til hamingju með afmælinu. Já, 10 ára í dag. Til hamingju með það, Love Guru. Og hann fættist einmitt hér. Ekki á Lemon, heldur á FM. Á FM? Á FM, já, þú veit. Kallar FM Fan. Mér finnst það svolítið takk. Fan. Það er drókislega flott. Fan. Eitt er Selfoss er eitthvað besta lag sem ég hef heyrt. Djöðlega sammálaður. Er það upp á hlæðið með gurunum? Já, bara eitthvað besta lag sem ég hef heyrt. Já, ok, bara ég meina, sko rithöfundur hérna við borðið skrifaði þetta lag í bækum sínum, bókum ég sínum. margótt skrifaði það. Rithöfundurinn Egill Einarsson. Og það er málið sem Þórður gerði. Þetta var ekki bara frábær taktur og frábær text, þetta er líka náðan öllum töktunum hjá H.P. Baxter, skúta. Þú veist, öllu svona öllu svona óhljóð. Þú nærðan um ekki. Þórður master. Átrúnar. Ég lá svolítið yfir þessu, ég skal alveg viðurkenna það. Og gerði það mjög. Maður gerir þetta ekkert á einum degi. Halló, Baxterinn. En hvað heitir nýja lagið? Það er Fatbull. Fatbull? Er eitthvað svona Pitbull? Það er nefnilega Pitbull maður. Ok. Vá, ég veit ég menn elska þetta lag. Fatbull. Vá. Það er Dotti. Það er eins og sért alltaf að reyna, you aim to please. Það er að kemur að Gilsarana. Gilshöfðinginn. Það er skútið. Ég er svo eini sem að kalla hann Gilshöfðinginn, bara heima, sko. Svo nýja gimpið. Eini hvað er Gilshöfðinginn að gera núna, maður. Nýja gimpið sem hann dyrkar er Pitbull og þú ert að fara í Fatbull. Og lagið heitir Fatbull. Vá, ég get ekki beðið þetta að heyra það. Dotti, virkilega gaman að það verður að koma fram. Líkilega atriði í þessu. Ok, hvað er með? Fólk eru búið að tala um eitthvað myndband sem var sýnt í dag. Ég hef nú ekki séð það, það var ekki merkileg. Maður á sjó með úvið hár. Já, it sucked. Er það töff? Nei, it sucked. Nei. Myndbandi mitt verður frumflutt
Ekkert eitthvað í Vodafone höfustöðum eitthvað svoleiðis. Nei, á Facebook-síðunum minni. Wow, ég alvöru maður hérna. Alvöru frumsynning. Hvenær það? Það klukkan 20:10 tonight. Þú ert búinn að taka upp Brandis vídeo. Já, allt klárt. 10 mínútur yfir 8 á Facebook-síðunni þinni. Já, sem að heitir þá Love Guru Iceland. Ekki Love Guru Iceland. Það hefði verið gaman að fá cameo í Fatbull-læginu en það bara einn leikari. Þú hefði að ná í mig en ég hef ekki svarað mikið að gera. Það mætti alveg verið eitthvað hannig. Það bara einn leikari og það pabbi minn. Hveit alltaf til að kíkja á það? Brace yourselves. Já, ég hlakka til að sjá það. En Doddi, alltaf gaman á það. Heimsókn, þú ert að kíkja áttan á okkur. Já, það ekki. Já, ekki spurning. Við ætlum að kynna inn lagið. Fatbull. Nei, ok, ég ætla ekki að gera það. Nei, Doddi á að gera það. Ég kann bara segja Fatbull. Kæri hlustendur, fam, hérna er komin aftur. Love Guru, Fatbull. Þetta er nýjasta lagið frá Love Guru. D-O-double-D. Nei. Nýjasta lagið frá Love Guru heitir Fatbull. Já. Mikið stemningi, það var sömur í þessu lagi. Það var stúdera svolítið Pitbull. Já, mikið sömur í þessu. Það var að segja 3 og 5, voru með út um að Rauvarhöfn og okkar, en það veit alveg hvað það ekki að því líka meistari. Fatbull. Langaði að heyra nokkra staðreyndir sem eru sturlaðar, Egill. Ég væri til í það. Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel, ég er mjög hyped up. Ef ekki að fara núna í sturlaðar staðreyndir og fara svo í spurt og svara hjá þér? Jú. Eða ekki? Sturlaðar staðreyndir, sem ekki með lag og sem ekki með spurt og svarað. Get ekki beðið. Það er komið að sturlaðum staðreyndum, kæru hlustendur, og þetta er í fyrsta sinn sem að, já, ég fer með sturlaðar staðreyndir á Lemon. Fyrsta sturlaðar staðreynd dagsins. Þú har aldrei verið með sturlaðar staðreynd á Lemon áður. Nei, þannig að nú er ég strax að meina. Við erum live frá Lemon, góða fólk. Svo kemur hér fyrsta, ertu tilbúinn? Já, ég er klár. Dúfur muna mannsandlit. Nei, það er ekki hannig. Það er víst hannig. Það er svolítið. Sturlu staðreynd og ekki fara efast um. Nei, ok, ég bara út af því að... Ekki það, þú átt aldrei að vera vondu við dýr, en ef þú ert eitthvað að bögga eitthvað dúfu, þá getur hún gefið skít eftir 2 mánuði. Og man eftir þér bara að eilífu. Já, hvað þá það ert þú? Það er nú ekki margir sem líti út eins og þú. Manstu þegar ég og þú tókum með slökunarþörun okkur að berum dólum síðan sumar, það er mikið að dúfu þar. Ég nennu að segja spátnið eitthvað, nennu að ekki að segja Benidorm, getur ekki sagt Alicante, það er strax skarða. Manstu félagarnir voru með slökunarþörun okkur Alicante yfir það? Þá heldur eitthvað dúfu þar. Þetta segir ég fer aftur til Alicante minna ég, í næsta sumar eða núna. Þá þessi dúfu áttir að koma bara fljúa að mér og bara hæ Gilsar, eitthvað segir, eitthvað nefnir, tilla sér á mig og... Já, finnst það ekki líklegt að komi dúfa og byrja að tala við þig? Nei, ég er bara að segja að þú myndir vera vondur við hann eitthvað, þá myndir muni eftir andlituna. Ok. Þannig að verður góður og dúfur. Ég elskar svona dýrættaðarindir. Já, og svo er það næsta, einn af hverjum 20 konum er storkuð einhver tíman yfir ævina. Ég held að segja hærri prósenta. Já, einn af hverjum 20 er samt rosalega há prósenta. Það er bara að vera að storka alla konur. Já, það er annað hver maður... Hefur þú storkað einhvern mann? Nei, ég hef aldrei... Ég hef aldrei, ef þú er að stólkana, það er ekki nóg eldan einu sinni, sko. Stólkana áttu bara hötanarna með kleinurhing og morgunblæði, sko. Það er það. Þá er þetta stólkana, sko. Ertu bara með kleinurhing í boxi, blaðið og kíkir. Setur út í bíl og sér hringir í, hvað er þetta að gera? Bara heima. Já, ok. Hún veist alveg hvað hann er að gera. Já, maður er svo sem aldrei stólkað, en maður er munað kannski full mikið sumar stólkur, þú veist, eins og bílnúmer og eitthvað svona. Já, ég menna, ég hef marga vini sem hafa stólkað mjög margar, sko. Í alveg? Ég er ekki stólkaðar eitthvað illa, en bara ég er ekkert eitthvað leiðilega, þú veist, bara stólkaðar, skilur, obsessed á okkur einni konu. Hvernig stólkaður skemmtilega? Nei, bara, þú veist, kannski fara utan hjá hann eitthvað... Hefur heyrt einhverja stelpu segja, já, hann er stólkað, en hann er mjög skemmtilegur. Hver á rauð á kórálu? Bara, akkur, hvernig bíll er þetta, þú veist? Þú veist, þá kannski er að keyra fyrir utan hérna, sjá okkur bíl sem það ekki og hringja. Ég veit hvaða strákút að tala um núna, það er nokkuð ljóst. Það verður ekkert á milli mála. Svo kemur hér næsta. Kona að nafni Sarah Carmen þjáist af Permanent Sexual Arousal Syndrome og fær yfir 200 fullnægingar á dag. Og hún er vist svo eina sem er haldin þessum sjúkdómum. Þetta grínast það. Já, þetta er auðvitað skelfilegt. Já, þetta er auðvitað skelfilegt. Það er alveg hræðilegt. Egill, þú ert ekki svona vitlaus, Egill, án gríns. Þú ert ekki svona vitlaus. Þetta er alveg skelfilegt. Já, myndir þú vilja það? Þetta er eftir mig ekki. 200 á dag. Það er skelfilegt að missa handlegg í vinnunni. Það er ekki skelfilegt að lenda í þessu. Það er ekki, ég átt að sleppa þessari, það er ekki talandi við þau stundum. Hér kemur einn sem ég veit að þú verður mjög ánægð með. Mike Tyson tók 120 kíló í backpressu þegar hann var 12 ára. Hvernig vilst það? Ég skríti, hann hefði getað buffað nokkra þegar hann var 20, maður.
að sjá bara einhvern 12 ára gutta núna bara hendum 120 kíló. Ég get alltaf tekið arbeigju held ég 12 ára. Nei, nákvæmlega. 100 ára. Já, ég tók ekki. Það er reynda 12 ára. Já, herru, svo það var reynda eitt grjótharður á Akureyri í gær. Við vorum að skemmta á Akureyri, ég og Pétur. Eitt 17 ára gutti sem að hendi bara í 150 kíló. Þess að Akureyringar eru grjótharður. Ég veit, Íslandingar eru að rífa sig vel marga mjög unga, góða bodybuilders og powerlifters. Ég bæði að þú varst 12 ára, bara skítandi á þig á Sauðárkróki. Skítandi á þig á Sauðárkróki. Hörðu, Tyson tók 120 í back. Já, ég var ekkert skítandi á mig. Sköllóttur og Sauðárkróki, skítandi á þig. Æ, hættu þessu, hvað þarf ég að segja oft, ég var ekki sköllóttur í á 12 ára maður. Herru, svo er næsta teiknarar hjá Walt Disney. Já, þetta hérna er skrítið líka. Teiknarar hjá Walt Disney og öðrum slíkum fyrirtækjum er bannað samkvæmt lögum að teikna frægar teiknimyndapersónur, stunda kynlíf á meðan þeir vinna hjá fyrirtækjunum og eftir að hætta. Og þeir fara í fangelsi eða svíkja því að það er til fullt af fólki sem er að bjóða fúlgur af pening eða fjár sem er með svona einhverja teiknimyndafettis. Hvað er að gerast í heiminum maður? Maður er ekki verið það veikur allan að maður er komin í það. Teiknimyndafettis. Veikur? Hvað? Bara eftir að fá hann út í þess að guffa og einhverja mínu mús og eitthvað svona í einhverju, þetta er bara ógeðslegt, ég ætla ekki að tala með Hver varst þið svona mest myndarlega Ég hættu þessu, ég ætla ekki eins og að ræða þetta. Svo kemur hér næsta, höfrungar, þetta er svolítið dónalegt þetta, ég byrst afsökun á því, kæri hlustendur. Höfrungar stundar sjálfsfróun, sturlu starind. Það er nú verið eitthvað fiðringur í mínum þegar hann var að leita á þessu spurningum. Nei, ég segir það er ekkert meira kynlíf. En þeir stundar það. Ég veit ekki hvort það sé... Hvernig anskotanum gera það? Hvernig anskotanum gera það? Ég ætla ekki að segja anskotanum, hvernig gera það? Hvernig gera það? Já, þeir eru ekki með... Þeir hendur sér ekki bara upp í rúm með pappir, nei, hvað veit ég um það? Hvað gera það sjónum? Þeir eru ekki með handlegg, sko. Þeir synda bara. Hvernig hristur þið út höfrungur? Stendur höfrungaseffræðingur ennum á? Nei, ég veit það ekki. Ertu ekki að googla það allavega? Nei, ég vildi bara ekkert spá mér í þessu. Svo er það hérna, ég er hættu með dónaskap. 50% af manns DNA, bara hjá humans, er það sama og í banana. Sturlu staðinn. Þannig að 50% af þínu DNA er a banana. A tiny little banana. En það er líka út að apar borða banana. Og við erum technically apar. Það er örugglega út af því, svo skynsamir. Svo er það hér. Það var kona í Suður Kóreu sem fjall 771 sinni á bílprófinu sínu áður hún loksins náði því. Sturlu staðinn. Og þetta bara kennur okkur það, ekki gefast upp. Það er slæmur bílstjóri, maður. Já, og hvað þetta var verklega prófið þegar sem skeit á sem Jú, ökukennarinn hennar býr örugglega bara í einhverjari villu núna þetta í Kóreu. Það er ekki hægt að vera það lélegur bílstjóri að falla á verklega prófið. Ég þekki engan sem fjall á verklega prófið. Hvað var 770? Og að þrisvar er kjánalegt. Að 770 sinnum. Já, það er bara enn... Sagði þið ekki við hann eftir 700 skipti, bara hörðu hérna... Eftir 700 skipti? Hvernig var að henda bara í það eftir 70 skipti? Hættu þessu. Já, bara slepptu þessu, kauptu þér hjól. 700 skipti, hættu þessu. Herru, það eru 2 eftir. Þessi hérna, þetta fannst mér líka skemmtilegt. Það er mjög gott að setja bacon upp í nefið þær til að stöðva blóðnasir. En bara tissue. Næstu út kildur eða eitthvað? Nei, það stoppar ekki jafn snemma. Bacon. Já, næstu út kildur, kannski að tjadmennu niður í bæ. Næstu út kildur, eins og það sé bara... Næstu yfir kildur, það gerist reglulega. Það er einn bræðing og svo bara negluður baconun upp í nefið þær. Það er gott trikk. Já, svo er það síðasta sturla staðarinn dagsins. Það er ekki bara fólk sem verður sköllótt, apar verða sköllóttir líka. Já, ok. Vissum við draga gaman að þessu og ég veit alveg hvað þú hugsa núna og slepptu því. Þetta voru sturlaða staðarindir dagsins. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð, svo er það spurt og svara með Gilsara. Já, ég hlakka mikið til. Við á FM 957 erum farnir að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka daga, fram að páskum ætlum við að gefa hlustundum kost á að næla sér í geggjaða blöndu af páskaeggi og Coke Zero. Fylgstu með á FM fram að páskum og við gætum glatt þig með páskaeggi frá Nóa Sirius og kippu af ísköldu Coke Zero. Coke Zero. Ekta bragð, engin sykur. Sjáuð bara allt þetta súkkulaði. Ég get bara ekki beðið eftir að smakka. Nói Sirius. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Háhraða interneti ljósnetsins á yndislegu verði. Er það ekki bara málið? Tal. Svona á samband að vera.
Í dag 10 króna afsláttur hjá Orkunni og Shell með kortum og lyklum Orkunnar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan, 10 krónur alveg vinstri hægri í dag. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 4,1 miljard. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalegin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnaleginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Hversu gott brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Já, þeir eru að hlusta á FM 957 og það FM 95 Blö sem í loftinu. Tveir hattir. Og það komið að vinsælasta dagskálið FM 95 Blö upphafi. Erum við sem sagt að fara í spurt og svara núna? Já, það bara þannig. Má ég koma með smá reglu í spurt og svara? Ekki málið, Blondale. Hvaða reglu viltu koma með? Ég hef engan áhuga að spurningarna séu mig. Ok, en svo síðast, þá varstu með 2 spurningar að fjöllu báður mig, eða blöðpúp. Já, ok. Þannig að ég væri mjög feginn ef að þú heldur bara áfram að hrósa sjálfur í þessum viðbjóðslega liðinum. Ég er búinn að tyggja þetta óneiði, Blondale. Ég er ekki að semja það spurning, ég fætti að senda inn. Já, ok. Sigurður. Njörður. Og Arnar. Ég held að ég sjá ekki út með útbretta blað bara tölvuliðin. Já, ég fekk senda spurningar á rafrænu formi, Auðun. Ég prenta það síðan út. Hvað? Ok, hérna, eru eitthvað spurningar um mig? Ég ekki, allan ekki fyrst ekki um þig allan að segja mér. Við erum allan, mér sýnist það ekki að það er mikið um því þetta. Ok. En málið er, þú ert eiginlega að segja hlustendum þetta. Hættast þetta spurningar um mig. Ég er bara, Egill, ég er ekki fættur í gæð, sko. Þannig að hættu bara að segja ræðuðinni. Ég veit alveg hvað er að gerast í þessum dagskrárlið og það vita allir að núti sem betur fer. Það er engin svona vitlaust. En jú, ok, fólk er að senda þér inn. Byrjaði bara að lesa fyrstu spurninguna hérna. Sæll Eddi. Það kemur svona með Eddi, með svona D-D-D-U, Sæll Eddi. Þetta er Jónar Mara, hann er flippað á þessi. Sæll Eddi. Man who fears nothing. Man who fears no change. Þetta Egill, farðu líka að orðaforðin búið, við þurfum að fara að hætta með að villasins liðin. Þetta er alltaf sama rugli. Ég veit ekki hvað þú ert búin að segja, ofta sér þetta man who fears no change, hvaða rugli er þetta? Hann segir þetta maður, og byrja að verða, á ég að stróka þetta út, ok, herru, Sigurður því miður hérna, þú sagði man who fears no change, það er að stróka þetta út, þegar Björn Delur er þreyttur á því. Ok. Svo helviti góður. Man of inspiration and honor. Ég er með mikilvæga spurningu. Ég er að spá ég vera rithöfundur, en ég er líka mikið áhuga að vera tónlistarmaður. Hvernig í fjandanum fórst þú að því að gera bæði, you man of inspiration? Og þetta er betra spurningin. Þetta er, jæja Sigurður minn, ég myndi segja bara með að skipuleggja sig. Maður þarf að vera með ælut allir í þessu. Akkur hvað? Ert þú rithöfundur og tónlistarmaður, Egill? Ég var rithöfundur og tónlistarmaður, ég gert það á sama tíma. Og það er vantarlega Sigurður að tala um. Það segir í fjandanum með stórustum, Fyrir fjandanum fórst þú að gera bæði. Og hvernig fórst það að gera bæði? Ég myndi segja það, Sigurður, með því að skipuleggja mig. Já, svo líka annar ráð. Vera með fáa blaðsíður í bókunum sínum og mæma lögin. Það er líka góð hugmynd. Þá nærðu að gera bæði. Hvað er að þér, menn? Ok. Þá nærðu að gera bæði. Mjög stuttur að fara í fílu núna. Bara fílu, svo lítið bad. Bara íta mikrofónum og fara í fílu. Nei. Ok, hvað var svarið þitt? Niðurlega margfalda metsölulegir töfundum. Ok, sorry. Hvað var svarið þitt? Að skipuleggja sig? Ég sagði, já, skipuleggja. Því að þetta er ekki flókið. Þess að ég gerði, þú veist bara, með 1 og 4 er ég að vinna með next bestseller. Heima bara. Ég er bara með ritvélina og headphone-inn og glerugun. Síðan bara, leiða klukkan 4, tekið glerugun af, leta á borðið, upp með glóstykkið, a musician. Þetta er ekki flókið, skipuleggja sig. Voru dagarnir svona hjá þér? Já, þannig að þetta er hægt, Sigurður. En ok, spurning 2. Sæll Gilsari. Það er mér mikill heiður að tala um þér. Þú ótrúlegi höfðingi. Það er þér að þakka, hvatningagilsa, að ég vakna á hverju mótnu og hugsa, ég ætla að vera betri maður í dag en ég var í gær.
Það þér að þakka, Gilsari. The man who lives with no fear. En mín spurning á blöðsöðurinn. Æ, maður, please, ekki. Ég var búinn að segja það í byrjun. Ekki spurningar mig. Ekki mig. Ég búinn að fá þetta sent inn. Hvað ég bara að segja, ég get ekki strókað þetta út núna. Ég það sem ætti kalla gambling man. Æ, gat verið. Ég samt svona meira eins og þú, Gilsari. Ég gríp í spili góður af henn og hópi. Ég ekki spilafíkill og húkta þessu eins og sumir. Já, ég væntalega sumir þarna aftur. Ákveður hættir ekki bara að kalla mig Sumir Egill og segja brauðum í þessum vitleysis bréfið þínu. Skrifaðu bara nafnið mitt. Ég veit þú ert að tala um mig. Hver spurningin? Sko, en hann sérst, já, en mín spurning ég ekki alveg klára á þessu hvort ég að splitta í blackjack. En svo, þetta er kannski eitthvað amatör blackjack, þannig að ekki þessi besta. En ég fæ 2 áttur á hann að splitta. Eða eru 10 í borði, að tala, ég kann ekki þetta blackjack, skilju hvað hann að segja það? Ég kann ekki á þetta, hvað hann að segja? Já, always split 8. Always split 8? Já. Það bara eitthvað regla eða? Já. Ok, hann spurði það, hann er 2 áttur. Já, hann á að splitta. Hann á að splitta? Já. Það er bara svoleiðis. Næsta spurning, Egill. Kláraði þetta ruglit. Sæll man of fashion. Ég byrja að segja að það finnst þú að vera með eitthvað mest sexy buddy sem ég hef séð. Alveg ótrúlega hvað þú getur mikil hvatning. En mín spurning... Það er sko... En ok, þú mátt ekki öskra á mig, Auður, núna. Æ, er þessi líka um mig? Hann segir síðan. Ég bara að lesa þetta núna. Ég bara að sjá þetta sluti núna. Eftir að segja alveg ótrúlega hvað þú getur verið mikil hvatning, þá kemur mín spurning á the poop. Stendur hérna. The poop. Segir ekki blöð poop, hann segir the poop. Sem það var aldrei neitt sagt the poop, sem nýtt og það sé svolítið sniður. Hver er spurningin, Egill? Já, hann segir, þetta er meira svona forvitni spurning. Ef þú væri með hár... Æ, gat verið. Þetta, ok, nú hættuðu minna lið. Nú hættuðu með spurt og svara. Þetta fjallar alltaf um það að þú sett bara inspiration, hope og bara stórkostli mannvera. Svo er ég bara eitthvað blöðkúkur út í hotni, spila fyrir og sköllóttur. Hvað heldur við að standa því? Og svo er ég ekki með hár, þannig að ég þarf ekkert að spáði ef ég væri með hár. Ég skulle leiða hennar lið. Þetta er bara þú að rósa sjálfur og rakka mig niður og kalla það spurt og svara. Herðu. Ok, mín spurning á the poop, segir hann. Þetta er meira svona forvitni spurning. Ef þú væri með hár, man who poops a lot. Nú er dórnum 5 ára. Hvernig hárgæslu væri til í að vera með? Hvernig á litin? Og síðan nefndu topp 3 uppáhalds hárgæsluna þinnar, ef þú væri með hár. Sérst, hann er bara forvitin, ef þú væri með... Hvað er þetta eitthvað livjum með það? Hvað á ég... 3 uppáhalds hárgæsluna? Hvað er þetta eitthvað? Rugglaður? Ef þú væri með hár. Já, bara ekki hugmynd. Þú myndir bara fara í klippingu, láta klippa með stutt. Hvað heldur ég sem eitthvað 3 uppáhaldsgreiðslur? Ég myndi bara ekki eins og þú, það er það sem ég myndi segja. Myndi ekki vinna með hennar liti. Óbóðslega finnst þér þetta fyrir maður. Nei, ég á enga 3 uppáhaldshárgreiðslur, Egill. Við hverju bjóstu, hvað helst þið myndi svara? Ég veit ekki eins og hvað heitir. Kannski tagl eins og Steven Seagal. Ég meina, hvað heitir greiðslan þín? Kannski hérna Brad Pitt í hérna Legends of the Falls, þykkt svona ljóst og sítt. Ég myndi aldrei vera með sítt hár, sko, það er ekki ég. Ég myndi bara vera með ótrúlega venjulegt hár. Þetta búið, þetta var auðvitað. Arnar sendaði spurningun, verður reiður út í hann? Já, einmitt, ég ætla að vera reiður út í hann. Þetta var spurt og svarað og það er alveg ótrúlegt að við skulum leyfa þennan lið og hann fyrir að deyja, hann er dauður. Já, þeir að hlusta hér á 2 harða í beinni útsendingu frá Lemon. Spurt og svara búið, en við erum búin að ákveða hvaða selebullum að hringja í hér eftir öskama stund og gefa flöskuborð og það, hann ætti að vera ánægð með okkur núna. Hann nennir ekki alltaf að tala við okkur, en hann ætti að nenna því hér og eftir því að hann græðir á því. Það er klárt. En talandi um að græða, það er komin tíma að gefa, segir Harðir. Þetta er dagskrárliðurinn, 2 harðir. Gefa. Já, þetta er eitthvað sko, nú er það bara fyrsti koma, fyrsti fá. Já. Þetta er grjóthart og við erum með svaðalega vinning hérna. Við erum með, sko, ok. Við ætlum að gefa fyrstu 3 sem mæta hingað niður á Lemon. Við erum á Lemon hér á Suðurlandsbraut. Fyrstu 3 sem mæta hingað fá 2 miða á páskagliðina 2013 sem er þvílík veisla. Það eru Þórunn Antonía,
DJ Margeir, Ásgeir Trausti og Daniel Ágúst og bara og flottasta hljóðkerfi landsins, það er allt að gerast þarna. Alla bestu hljómsveitirnar nema Mercedes Club. Aldrei veitir við dettum inn. Nei, þá ekki gera hátíðin að segja þetta eins og niður, því að þá kemur enginn að sækja þessa miða. En fyrstu sem að mæta á Lemon fór 2 miða á páskagleðina, nei, fyrstu 3 sem að mæta á Lemon fór 2 miða á páskagleðina 2013 ásamt kassa Túborg. Ömuleg gjöf hjá Tvæhad. Já, þannig að nú að gera að drífa sig enga niður á Lemon. Fyrstu til, nú einhverjir að taka handbremsubeygju. Já, ef ég var það er einhver að keyra nú staur einhver stöðar. En í Guðvannabænum keyrið valega samt. Við viljum ekki fara að slasa. Við mælum með því að brjóta engin umferðarlög. Nei, en það er ekki flókið. Fyrstu 3 og ég með einfalda reglu, ég alltaf unni með þetta, Blondale, if you're not first, you're last. Það hárrétt þar. Og kemur 4, þú ert ekki bara á kassa bjór, þú ert ekki bara á miða. Þú ert bara heima það. Þú ert ekki fyrstur. Fyrstu 3. Og já, bara brunniðin við viljum að fara hér í örstuð skilaboð og svo það stuðlagið og fleira. FM 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke-keppni Háskólana. Hefur þú það sem þarf til að ná alla leið? Alla leið í undankeppni Eurovision. Skráðu þá í karaoke-keppni Háskólana og syngdu þig alla leið til Svíþjóðar. Undankeppnin verður haldið 50. 21. mars og úrslitinn 50. 4. apríl í Stúdentakjallaranum. Kynnar verða hinnir margrómuðu heiðursmenn Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Aðalverðlaun kvöldsins eru hvorki meira né minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Skráðu strax á skráning@hringtorg.is. Athugið takmarkaður fjöldi keppenda. Allar nánar upplýsingar má finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færir þeir karaoke-keppni Háskólana í samstarfi við Túborg, Doritos og FM 957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs-appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláa kortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Nýtt í bíó. Broken City. Hörku spennumynd með Mark Wahlberg og Russell Crowe í aðalhlutverkum. Broken City. Komin í bíó. Cheers, me laddies, to our wives and girlfriends. May they never meet. St. Patrick's Day verður 17. mars. Komdu og fagnaðu með okkur. Svartur á leik alla helgina á Irish Pub. Hvernig hann risapott endalaust pláss í honum? Upp með legglíðarnar og tippum. Það eru 200 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 réttaðar melgina, 1x2 við tippum. Viltu finna og vinna páskaegg nr. 40? Páskaralleikur Freyju í Heiðmörk á morgun. Fáðu að vita meira á facebook.com/Freyja. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lentu í Echo. Hip-hop kvöld á Gullöldinni í kvöld. Framkoma, Gísli Pálmi, MC Gauti DJ-set, Freskimós, Mælgin ásamt sérstökum leiningest og fleiri. Húsið opnar klukkan 22 og tilboð á barnum. Gullöldin. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Mundu 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. Gott tækifæri til að fylla bílinn fyrir helgina. Orkan. Já, í kvöld á Stöð 2. Sögulegur þáttur þar sem formenn allra stjórnmálaflokka landsins reyna með sér í skemmtilegasta spurningaþætti landsins. Verða lögð drög að nýrri ríkisstjórn í spurningabomban í kvöld. Spurningabomban í kvöld, klukkan 20:10 á Stöð 2. Tryggðu áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM 95 Blöð með ykkur hér á þessum föstudegi, 2 harðir, Tvæhad og við erum í stemmingu. E.J. Einarson.
Það er bara þannig, Öðun. Herru, þú ert í það mikil stemming að þú svarar með hlátur. Það er það mikil stemming hjá okkur og ekki erum að fara að minnka því að við erum að fara að gefa flöskuborð. Það er svoleiðis. Og við erum búin að tyggja því í dag að það séu breyttar reglur í dag í flöskuborðinu. Við erum alltaf að reyna að hrista eins upp í þessu. Við erum að hrista okkur. Já, og það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að hjálpa Kolba eins eða ekki. Jú. Við erum búin að vera að gefa sauðsvörtum almóðunum þessar flöskur. Já. Sem að eru, gott og gilt. Já, það er fólki sem borgar reikningana fyrir The Man of Many Colds. Já, nákvæmlega. Þetta er fólki sem að fyrir og skemmtir sér hjá honum. Já. En nú er komin tíma, við ætlum að gefa Hot Celebrity Tangerine flösku á austur. Þetta er viðskiptahugmynd sem við erum með. Fyrir Man of Colds, því að auka prófílinn hans að fá Hot Celebrity inn. Já, nákvæmlega. Það er gott fyrir hann ef að setur Hot Celebrity með flöskuna. Og við erum búin að, hvaða celebrity myndi lifta prófílnum á austur? Upp. Já. Hvað er svona ef einhver kemur inn og segir bara, wow, er hann þetta með flöskuborð? Ég ætla að kíkja oftar hinga. Good question, Dutch. Þetta er eitthvað, við erum að taða með okkur 5-6 gæja. Já. Luigi Bergman getur verið þarna. Luigi Bergman myndi lifta þessu, en hann er oftar, þannig að við þurfum ekkert að gefa honum þessa flösku. Nei, hann er oftar þarna. Og hann er búin að kæra staðið með upp líka. Já, hann er búin að gera mjög vinsælan. Ef við hugsaum sjónvarsmenn, til dæmis Helgi Seljan getur kert hann aðeins upp, hann skvettir ekki oft í sig og svona. Nei, og hann er líka, er hann ekki alltaf á ölstofun og eitthvað svona? Jó, það verður mjög gaman að fá hann. Simmi líka. Simmi Kastljóst reyndar. Simmi Kastljósinu. Þarna hittur naglan á höfuð. Það er one hell of a man og hann myndi rífast það upp. Simmi með flöskuborð, Red Bull, allt klárt. Nákvæmlega, og veistu, af því að hann er bæði, hann er myndalegur, hann er skemmtilegur og svo er hann líka, svona virðulegur að þenni í Kastljósi. Þetta er bara það. Við erum að fara að hringja, við erum að fara að gefa Simma í Kastljósinu þessa flösku. Það er bara hann. Eigum við ekki að ljúga á honum að við höfum verið með 5-6 hot celebrities í pott, hann hafi verið dregin og vann. Jú, en þarf hann ekki að svara spurningum Kolba eins og allir aðrir? Að sjálfsögðu. Já. Hann var alltaf að vinna flöskuna. Þannig að hann er ekki öruggur með hana? Nei, hvað, bara hringi hann og hörðu, en þetta er hamingju sem hann vannst flösku. Nei, það er allt og létt. He has to earn for it. Já, það er rétt. Við skulum, ég er með ykkur spurningar á hann. Já. Það hringja hérna í hann, eina með Simma, hann mennir aldrei að tala við. Já, hann verður ánægð núna. Já, reyndar. Hann gefa honum velun að andverði ykkur 50.000 krónur. Já, það er þá bara hans tapi að hann vill ekki tala við okkur. Núna verður hann ánægð með okkur félagann. Það er alveg 100%. Ég veit, það er alveg potið. Hann svarar bara eitthvað. Kannski heldur hann sem er með leiðindi og svarar ekki. Já, við erum ekki hringt það oft í hann, hann fattar ekki þetta sé okkar númer. Nei, heldur ekki. Nei. Answer the phone. Halló? Er það Sigmar í Kastljósinu? Já. Kom sæll og blessaður. Sigmar? Blessaður. Hvað segir þú? Það eru tveir harðir hérna? Já. Hvernig ertu? Það er að vera á tánum í símanum, þetta er svo hægur. Það er þið ringið alltaf á föstudögum. Já, við erum alltaf saman á föstudögum. Við erum á föstudögum. Já, þú meinar. Já, takk fyrir að hlusta, piece of shit. Ég nenni ekki mikið að hlusta á okkur, sko. Mér finnst þið ekki skemmtilegir. Þessi var helviti góður höfð. Það er reynskilinn. Hvað eru menn að segja bísið út fyndið núna? Hérna, hvernig ert annars? Ég er alveg ágættur svo sem, sko. Við erum með gleði fréttir í dag, Sigmar. Nú? Gleði fréttir. Nú erum við ekki að ringa í þig bara eitthvað að baka þig. Síðustu gleði fréttir voru þær að ég var valinn í eitthvað firmalið í fótbolta. Já, það voru góða fréttir fyrir þig. En ekki fyrir liðið reyndar, en já. En þetta eru sko, nú er ekkert að grínast. Þú er að setjast, Sigmar, þannig fréttir, sko. Þú erst að, við vorum að draga hér úr potti. Já. Og þú varst að vinna þér inn pakka upp á 50 skall. Eina sem þú ert að gera er að svara 3 spurningum. Já. 3 spurningum, mjög auðveldar og þetta er andverið 50.000 krónur, Sigmar! En ég var ekki að setja nafnum mitt í neitt pott hjá ykkur. Nei, við ákveðum að draga úr nokkrum hot celebrities hérna því að við erum að fara að gefa flöskuborð á austur. Flöskuborð á austur? Já, og þú varst dreginn og átt tjens að vinna. Af hverju vil ég fá flöskuborð á austur fyrir ekki? Þessi var helviti góður, Sigmar. Hverju viltu það? Herru, þú ert í stuði í dag. Hérna, ok. Ég verð að fá að ringa í sponsorinn minn fyrst, sko. Já, alveg rétt, þú náttúrulega drekkur ekki. Nei, smá vesen, sko. Já, en það er samt, sko, veistu hvað þú gerir með svona flöskuborð? Þetta er bara upp á appearance. Þetta er bara lókið. Ég meina, ég hef alveg séð út á lífinu og svona. Það verður bara kristall á mínu flöskuborði. Já, en svo getur þú gefið, þetta er rosalega gott reik, þú getur boðið fólki með þér og svona, þetta er flottur vinningur. Já. Eða bara sagt fokkit og held í þig, þú er búin að þurra nógu lengi, Sigmar. Mér finnst þetta alveg glataður vinningur ef ég er alveg
skilur, mér langar ekki dýta. Fyrsta spurning, hvar fer Ásgeir Kolbeinsson sem með flawless hair í klippingu? Hvert fer hann? Hvert fer hann í klipp? Hann ekki með kollu eða? Nei, ég veit að lítið þann út af því að þetta flawless, en þetta hárið hann. Þetta í alvörunni hárið hann. Hvar fer hann í klippingu? Já, Ég veit það ekki, það ekki bara rakkarastofan Klapparstíg? Nei, hann það nálægt. Það ekki að gefa hann bara annan séns. Já, förum í spurningu 2. Ok, á hvaða dögum er þátturinn Sjáðu með Kolb? Hann lítur eiginlega að vera alla daga vikunar. Þetta menn hljóta blóðmjólka hann. Þetta var enda gott svar. Þetta gott svar. Hann ætti að vera öllum dögum. Já, hann á laugardögum en hann ætti að vera öllum dögum. Já, hann fær rétt fyrir þessa eiginlega. Já, og Egill út með þriðju og síðustu. Hvað var þið að spurninga? Já, ef að Ásgeir Kolbeinsson var í dýr. Já, hvaða dýr var hann? Ef að Ásgeir Kolbeinsson var í dýr, hvaða dýr var hann? Já. Erum við ekki að tala Rottweiler? Nei, Egill, segðum. Hann tiger. Hann tiger. Tígristýr. Hann ekki Rottweiler. Hvað að þér? Ásgeir Kolbeinsson hann gentle og hann sexy. Já, Simmi, hann svarar ekki einnig spurningu. Þá get ég sem sagt takka fyrir það að hafa ekki unnið þennan vinning, eða hvað? Jú, vannst hann víst. Þú vann. Til hamingju. Til hamingju, Simmar. Þú er búin að vinna þér í flöskum og austur. Þú ert að fara á austur í kvöld. Tangerine. Ég hef ekki, má ég ekki ánafna þessu til eitthvað annars? Nei. Vil ég ekki fara bara fyrir mig? Við erum að gera til að raise the profile of the place. Getur ekki verið þakkláttur og drullast á austur. Hvað ætti að gera í kvöld? Hvenær er þetta? Farið í kvöld eða morgun? Morgun eða hinn, annarkvort? Nei, árshátíð hjá Rúf á morgun. Já, klára árshátíðina, svo beint á austur. Ferð með lið á austur og splæsir flösku á lið. Því líka kongur. Þetta segir sjálf. Þú getur rétt ímyndað hvað hraðfréttastrákarnir verða þessi þegar þú allt í neði strákar hvað á að gera til árshátíðina. Ég ætla að ánefna þeim vinningin. Já, það eru two hot celebrities, Egill. Það er að gefa hraðfréttastrákarnir flöskuna. Já, ég myndi mjög gjarnt að vilja það. Þeir eru búin að vera svo duglegir og flottir í vetur að þeir hafa nú gott að lifta sér aðeins upp. Ok, við ætlum að taka hérna smá fundi, látið þið vita. Það er mjög líklegt að við leifum það. Ok, takk fyrir okkur. Já, bye. Bye. Núna held ég alveg að Sigmar er ánæri hér í okkur. Við erum að gefa honum álvöru vinning. Hann vildi þetta ekki. Nei. Hann vildi ekki flösku á austur. Hann vildi ekki heyri okkur, hann vildi ekki tala okkur, hann vildi ekki vinningin. Já, svo sagði hann að við erum leiðilegir. Já, og síðan svaraði hann öllu spurningur á. Hvað skreiði upp í raskat á Simma? Ég veit það ekki. Hæ? Er ekki flöskudagur hjá okkur öllum? Já, hvernig getur þú pirraður á föstudegi? Án gríns? Sun is shining. Þið eru að hlusta hér á Tvo harða í beinni útsendingu frá Lemon eins og áður hefur komið fram. Búin að fá okkur hér djús og samlokur, virkilega gott. Já, þetta er samanlega er í ruglinu. Og kjúklingasamlokur sjökum við ráða, nú var það vangiðun. Það er enda talandi um góða mat. Þá vorum við Pétur Jóhann, við vorum að Akureyri í gær að skemmta. Og fórum svo eftir skemmtun á Strikið, sem er veitingastæður á Akureyri. Hrikalega þetta. Akureyri er alveg með þetta. Hvað fækstu þér? Við fengum okkur nú bara pizzu, hún var geggjuð. Já, þú elskar góða pizzu. Já, ég hata ekki góða pizzu. Þú er pizzufíkill. Já, ég fer svo langt að segja það. Hörðu, styttist í ég þarf að segja þér frábæra. Já, stuðlagi er næst, sko. Þannig að svo fólk viti það, ekki stilla neitt annað þegar stuðlagi þeirra dettir. Þú ert líka spæði að vera með nýjan stuðlags þáttum páskan, eða ekki? Alltaf gerast því sem stuðlagi. Já, það eru vangaveltur hjá mér. Þetta er ekki niðurnelt, en það styttist í stuðlaga þátt aftur. Ég var náttúrulega spáði að vera á Íslandi Páskan, ég getur þetta að breyta það. En þetta segja þér rosalega fréttir með King Brynjar Már. Það er ekkert sem þú getur sagt mér um Brynjar Már sem ég veit ekki. King Brynjar Már. Já, King Brynjar Már. King Brynjar Már er fluttið til USA. Ég veit alltaf, Flórida. Ísland var of tiny fyrir King Brynjar Már. Já, hann hugsaði með sér. Það var eiginlega meira ástin sem dróði hann út, sko. Nei, ekki vera svona vitlaus. Hann er búinn að taka Ísland og conquer it. Og hann hugsaði bara með sér, ég ætla að fara í landtækifæruna, USNA. Já. Og það er það sem hann gerði, Blondell, og hörðu það sem er skemmtilegt við þessu King Brynjar Már, hann er bara að breyta nafn. Já, ég veit að ég og Björn Bræði fórum yfir það á mánudaginn. King Brian Aklipen. Já, hann heitir ekki lengur Brynjar Már, hann heitir Brynjar Aklipen, en kalla sig í Bandaríkjunum Brian Aklipen. Já, það er eitthvað bara svalasta nafn sem ég heirt. Brian Aklipen. Já. Veistu hvað Sverrir Bergman var kallað þegar hann átt að fara að meika í Bandaríkjunum? Nei. Sean Bergman.
Sean Bergman. Hafa það saman, Sean Bergman og Brian Ecklepen. Nei, Brian Ecklepen svona 100 sem betur nafn en Sean Bergman. Heldur að Brian Ecklepen sé að fara að conquer Florida? Já, ég bara lofa þér í. Ég lofa þér í, hann ákveður... Ecklepen, það nafnið, kærastan að segja Ecklepen. Já, Cairo Ecklepen. Já, hún held ég eitthvað frá Bandaríkjunum með eitthvað ríkisborgar. En málega King Brynjar Már, með frábært nafn, Brynjar Már. Ég veit að þú myndir þess að drepa fyrir það að heita Brynjar Már. Akkur ætti ég að drepa fyrir það? Fannst það nafnið mitt eitthvað ljótt? Nei, bara geggja nafn, Brynjar Már. Hvernig finnst þú Auðun Blöndal? Mér finnst það sök. Í gott leðalur. Ok, það er fínt. En Brian Ecklepen, þetta getur verið svona, þú veist bara, hvaða mynd þetta fara á? Þetta er mynd með George Clooney, Brad Pitt og Brian Ecklepen. Já, þú veist... Og það er ekki aðstæðanlegt, það er bara svona fittar við innan. Já, þú vilt setja þetta alveg í þann flokk. Já. Hver er með þér? Matthew McConaughey og Brian Ecklepen eru með þér. Þetta er eitthvað flottast nafn sem ég hef heyrt. Hvað myndið þú vinna með ef þú myndið fara til Bandaríkjunum? Ef að Sverrir Bergman er Sean Bergman, Brynjar Már er Brian Ecklepen. Ég myndi örgulega vera bara Big Man eða eitthvað. Big Man? Hvað ertu að fara að leika í klámmyndum þá bara? Nei, Hvað ertu að fara að gera þarna? Nei, út af því að... Big Man, The Rock. Frábært nafn. Það eru Matthew McConaughey, Brad Pitt og Big Man. Nei, út af The Rock. Heitir The Rock. Geti ekki verið eitthvað. The Inspiration, til dæmis. The Inspiration? Ok. Þá ertu bara svona eins og eitthvað, þú veist, vittlisingur í OC. Já, þetta fólk að kalla þetta mikið. Það hefur enginn kallað þetta. Enginn. En Brian Ecklepen, ég segja það Blóndi. Er samt Brian Ecklepen ekki aðalega einbættis að tónlistuna? Jú, hann náttúrulega með þætti líka á FM. Hvernig getur Brian Ecklepen verið með þætti á FM og verið samt í Bandaríkjunum alltaf? Því þetta er útvarp. Hversu mikill snillingur er þetta? Þetta er ekki flókið, sko. Hversu mikill snillingur er þetta? Við erum í beinni útsendingu núna frá Lemon en ekki í stúdíón okkar, sko. Þetta er ekki flókið. Já, en hann er in another country. Við erum bara inn á Suðurlandsbraut, sko. Já, ég veit það. Það er bara tæknin orðið svo rosalega. En Brian Ecklepen, wow, what a man. Þú ert ekki smá hrifinn af þessu nafni. Hvað ertu búin að segja Brian Ecklepen oft í þessari innkomu? Þú kannt ekki að segja það nýfirlega. Þú segir Brian Ecklepen. Ég segi Brian Ecklepen. Ég segi það svo á að segja. En ég er bara að segja, ég veit að sko Brian Ecklepen að fyrir að taka Bandaríkinn og klára þau. Bara eins og stormur. Við ætlum að fara hér í, við getum reynda kannski næsta föstudag, getum þurft að ringja til Flórida og aðtuga hvort hann sem byrjar að hösla sér völl. Já, af hverju ekki löngu búinir því? Ringja bara til Flórida, spurja fólk, hvernig er Flórida búin að taka í Brian Ecklepen? Já. Og þú veit, er hann búin að fara í mörg út af sjónvarpsviðtöl, er hann búin til tónlist, hvað er hann að semja, hvað er Brian Ecklepen að gera? Brian Ecklepen hotnið okkar núna verður. Það verður næsta föstudag. King Brynjar Már, a.k.a. Brian Ecklepen. Fara hér í örstutur auðlýsingar, svo er það púplag dagsins. FM 957, Túborg léttöl og Lenovo kynna með stolti. Ísegg nr. 4 eða Nóa Perluegg á aðeins 1198 krónur. Nýtt kortatímabil. Krónan fyrst og fremst ódýr. Pain is all I have left. Hello, Rachel. God of War. Lentu í Echo. St. Patrick's helgi á English Pub. Tilboð á Guinness, Kilkenny og Jameson drikkjum alla helgina og á sunnudag seljum við Guinness og Kilkenny á 300 kall. Matti Matt og Pétur Jesún sjáum tónlistina frá klukkan 8. Láttu sjá þig í St. Patrick's stuði á English Pub Reykjavík og Hafnarfirði. Vera Móta 20 ára. Frábær afmælistilboð sem enginn má missa af. Vera Móta. Er ekki kominn tími á eina kalda? Súkkulaðimjólk frá MS. Stór á krana á 500 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafinni. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Mundu 10 króna afsláttinn hjá Orkunni og Shell í dag. Gott tækifæri til að fylla bílinn fyrir helgina. Orkan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Tveir harðir. That means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hot, motherfuckers wanna find me. So hot, motherfuckers wanna find me.
957 blöð með ykkur hér á FM 957. Tveir harðir á þessum föstu degi og að vera mikið stuð á okkur strákunum í dag. Já. It's time. It's time fyrir... It's time. Ok, við erum að fara í stuðlaginn. It's time, Blondell. Já, þú ert væntanlega að tala um stuðlagið, eða ekki? Ég að tala um stuðlagið. Já. Og nú heyri ég alla hann úti. Heyrur alla hvað? Ég heyri bara alla svona, komur að eða í sætun og svona, það er komið stuðlagið. Það er allir að gera sig klára. Finnur það, Blondell? Nei, finna það ekki. Ok, en hérna, þú mátt skrifa inn í YouTube. Ok, ertu með eitthvað gott lag í dag? Já. Hæ? Eitthvað sem að ég myndi fíla eða? Sko, málega, þetta örugglega ekkert, þú væntalega röflar yfir því þessu alltaf, en þetta er ekki jafn slæmt og sumt því það er sungi í þessu. Nó, já, þetta er ekki einhver djöflasýra. Þið veist alltaf svo slæmt það er ekki sungi. Já, er það ekki lágmark út að hlusta að laga sér sungi í laginu? Sko, söngkonan er eins og lagi, þetta er Linda Mertens, frá Belgíu. Volið að vinna með belgana. Hún er fætt 78. Hún er þvílíkur fagmaður. Já, þú ert að vinna svolítið með Belgíu. Eru þeir í þessu viðbjóðspoppið? Ég held að belgarnir værum allt niður þessu. Út af því að mér var alltaf sagt að Belgi verður ruslakista Evrópu og okkar. Já, ég hef heyrt það oft, sveppi þólir ekki Belgíu. Já, en Belgi er að koma sterkt tilbaka. Það er bara þannig. Með þessum lögum sínum þá. Já, reyndar sko. Ég held að þeir séu nú bara staðfesta þessa ruslakistu. Nei, Blondell. Sun Always Shines on TV heitir þetta lag. Hvað sagður þau? The Sun Always Shines on TV. Og ég skrifa það bara, Sun Always Shines on TV. Já, geggjaður hérna titill að lagi. Sun Always Shines on TV? Og pælir í, það er svolítið þannig. Það er alltaf Sunshine TV. Eitthvað milking? Milk og sem Bill Ink. Já, er það hljómsveitin? Já, og hétt fyrst, sem er geggjað skrítið, Blondell, hétt fyrst Milk Incorporated, stitt síðan í Milk Ink, staðið fyrir Incorporated. Trúið ekki. Og hérna, þetta lag var 2003. Já, Milk Ink, Sun Always Shines on TV. Ég held að þú komist í gýri núna, Blondell. Já, mér finnst ólíklegt en ég byggðist afsökunar á þessu. Ekki best afsökunar á þessu. Á hverju? Þú ætti ekki best afsökunar á þessu. Ok, og hvað, er það bara að playa? Play. Ok, hér kemur Milk Ink með Sun Always Shines on TV. Já, það heyrðu rétt. Spyrðu þig neitt? Já, Blondell. Engin leiðindi eða neitt núna, við erum að hlusta á lagi og ég er ekki búin að segja neitt neikvægt eða neitt. Takk fyrir það. Hvar finnur þetta rugl? Á YouTube. Hvernig veistu hljómsveitina Milk Ink? Getur þú sagt með það? Ég var að fylgjast með það mikið. Hvað ert að drekka heima þegar þú ert að leita þessu rusli? Ekki alltaf rusl. Ok, ég er búinn að vera í ákvæða núna í 3 mínútur, ég get ekki með þessu. Þú er ekki svona heyrt Walk on Water með Milk Ink. Wow, hvað það er gott lag. Hef ég ekki heyrt Walk on Water. Nei, sem betur fer. Saman hljómsveit þetta? Já, með Milk Ink. Og Run er líka í ruglunu. Í ruglunu, Blondell. Já, ég er bara voðalega lítið fyrir að hlusta á Milk Ink. En næst út á YouTube heima. En hvernig dettur í hug til dæmis Milk Ink? Einhvers stað lítur á heyrtina skýt? Já, ég er í alveg búinn að fylgjast með mörg ár, sko. Ég held að þetta grínast, en ég er í grínast, sko. Hvað? Þú veist, hvað er þetta að fylgjast með þessu? Ég er búinn að fylgjast með bara þessu bandi í svona 7 ár. Hvað, á YouTube þá bara? Já, bara áður en YouTube þattinn og var ég að... Skrifaðu bara trans og eitthvað og finnur eitthvað svona rugg? Ég dánaði svo Napster mikið, í MP3 formati. Ok, þetta lag er enda búið að reyns frá það að byrja, en... Nei, ég skal samt gefa þér það eitt, þú voru oft verið með verri lög. Já, þakkaði fyrir það. Þetta var ég skráðið þessu hrós. Já, þetta er hrós. Þetta var hrós. En þetta er ekki eitthvað sem ég get hlustað oft, sko. Nei. Þetta er langar smá núna að renna ennum niður. The Sun Always Shines on TV. Já. Það voru fyrst og síðasta sinn sem ég hlustað á þetta lag. Það var þessu stuðlag Gilsarans. Og ég held við getum öll verið sammála það að það hefur oft verið verra. Við fengum alltaf að söng og við erum þakklátt fyrir það. Það var ekki eitthvað Devil Rose. Dance with the devil. Það er þitt allra versta. Það var hornbjóður. Já, það leið mig bara eins og ég væri í fangelsi. You're listening to 95.7 and I'm Brian Ecklepen, live from Lemon, Surlandsbrød. And with me here is Odin Blondell. Odin? Yes. How the fuck are you?
I'm good, Brian Ecclepen. How the fuck are you? Ekki Dóna. Okay, Brian Ecclepen has never been better. Brian Ecclepen is doing good? Yeah. Nice to I'm hear. a hot celebrity in Florida, and my name is Brian Ecclepen. It's nice to hear, Your name's what? Auðun Blöndal. Auðun Blöndal. Yeah. My name is Brian Ecclepen. Yeah, that's one hell of a name. Það komið að lokum hér hjá tveim hörðum í dag. Við erum búin að sitja hér á Lemon á Suðurlandsbrautinni síðan 4. Búin að hafa það kósí hérna í sófanum. Búin að fara yfir víðan völl, vonandi höfðu þið gaman af. Ég vil þakka ykkur kella fyrir að hlusta. Ég vil óska þess Auðun, ég heiti Brian Ecclepen. Já, það er ekki flókið fyrir þið, það bara breytur nafninu. Get ég breytt, ég bara heiti Brian Ecclepen. Get ég farið bara morgun, ég ætla ekki að heita það lengur, ég ætla svona, ég ætla Brian Ecclepen. Já, örugglega. Er það þannig? Þá er ég að fara að gera það. Ekki á Íslandi, þú ert að búa út, heldur. Brian Ecclepen. Ég þekki ekki reglundar í þessu. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag, 2 harðir, en endilega tjekkja á okkur Bjössa. Björn Bragi með mér á mánudag klukkan 4. Og já, bara takk fyrir hlustin í dag. Egil, takk fyrir daginn. This is Brian Ecclepen. Við þökkum Lemon líka að kella fyrir okkur. Hope you have a hell of a weekend. Egið þið góða helgi og hér kemur lag sem að keyra niðin í helgina. Þetta finnst mér svona 10.000 miljónsinu betri stuðlag hans Gils. Hey. Þetta er vinnur minn JT og lagið heitir Mirrors. Þetta er alveg stuðlag. Nú, heyrðu þetta? Þetta er svona, ok, núna fyrir ég að hugsa, væri ég til að renna inn kvöldið niður? Já, why the hell not? Brian Ecclepen, ég get alltaf rifin að þessu. Brian Ecclepen dyrkar það? FM 957 erum farin að telja niður í páskana. Þess vegna ætlum við að dæla út páskaeggjum frá Nóa Sirius og ísköldu Coke Zero til að skóla niður eggjunum. 4 sinnum á dag, alla virka dag.